Segðu eitthvað. Blessaður Bergur. Já, blessaður. Heyrðu mér? Já, þetta er fínt. Ok. Eru við þá bara on eða? Já. Já, bara svoleiðis. Velkomnir að skjánum ágættu hlustundur áhorfendur. Það eru Ingvar og Bergur sem ætla að lýsa þessum leik í bikarkeppni í fjórðuflokks karla yngri. Ég er Bergur. Og ég er Ingvar. Og svo er Smári að stjórna kamerunni og útsendingastjóri hér. Nú, liðin eru að heilsast núna og ég ætla að renna við lið gestana og þú rennir síðan kannski yfir lið heimamanna, Bergur. Já. Og gestinni frá IBF, það er númer 17 Páll Eiríksson í marki, aðri leikmenn númer 35 Jón Kristinn Elíasson, númer 27 Þórhallur Orri Steinsson, númer 3 Oliver Daðarsson, númer 20 Arnór Viðarsson, númer 11 Arnar Þór Lúðvíksson, númer 47 Andri Kristinsson og númer 7 Sæþór Páll Snædal og þjálfari IBF Magnús Fagriskór Stefánsson eins og hann oft kallaður. Og dómarar leiksins eru Guðmundur Ingi og Árni Snær sem eru HSI dómarar enda bikarleika ræða og þá ætlar Bergur að renna við lið heimamanna. Já, leikmaður númer 27 Konráð Jóel Jónasson, leikmaður númer 22 Breki Steinn Írisarsson, leikmaður númer 7 Mattías Sæþórsson, leikmaður númer 18 Andor Helgi Falkvart Traustason, leikmaður númer 8 Guðbjörn Ingi Torfarsson, leikmaður númer 4 Uni Dagur Pálsson, leikmaður númer 1 Arinbjörn Helgi Helgason, leikmaður númer 24 Ólafur Kristinn Jónsson, leikmaður númer 12 Gabriel Rómeó Röggvaldsson, leikmaður númer 28 Sigurður Finnsson og þjálfarinn engin annar en Jakob Steinn Stefánsson sem allir ættu nú að þekka. Já, er hann ekki eigandi menn.is eða eitthvað? Jú, blikt menn. Já, hann átti eitthvað svona síðu, ég man ekki hvort ég rugl.is eða eitthvað svoleiðis og hann þekkir held ég eiganda menn.is. Ó, varstu ekki að grínast? Nei, við þurfum að spyrja hann að þessu, þetta er eitthvað, hann átti eitthvað síðu sem hann seldi á svona 10 skall eða eitthvað. Leikurinn er hafinn. Já. Og þetta er 25 minnur eða jafnt, þá er alltaf framlenging og ef það er jafnt þar, þá er önnur framlenging og svo ef það er jafnt þar, þá er vítakefni. Sem er náttúrulega draumur. Sem er draumur. Það er mikill munur á liðunum í deildum, þess að IBF lið er gott lið í fyrst deild og Fjölnislið er að berjast svona efri hlutan í annarri deildinni, þriðju deildinni. Manna ekki alveg. Ég get nú bara fundið út. Já, tjekka á því, svo sem nú ekki fara með fleipur hérna. Ég hef nú þjálfað á einu leik hérna í vetur, það var í hörkuleik á móti Haugum, svo við töpuðum þetta með 7 mörkum að lokum en flottur leikur. Tölunda lýsaði ekki alltaf? Nei, en þeir voru flottist ákvæmdir og nú er þeir aftur konið í sókn eftir að hafa dæmt skref hérna rétt á hann á IBF og búið dæma fríkast hérna. Árni dæmir fríkast, Árni er valladómari og Guðmundur Ingi er innidómari og sjáum hvað þeir gera núna strákarnir. Konni tók þetta fríkast hérna og þeir missa boltan. Eyjamenn fara upp í hraðaplaup, spila vel saman hana og fyrsta mark leiksins er leikmann nr. 3 Oliver Daðarsson, hann er komið með 1 mark hérna. Fyrsta mark. Þú kannski heldur utan á mörkin? Ég get það, ég er með pennan og lofti og meðan þú setur inn stöðurnar og allt svoleiðis. Þú ert að skoða hérna stöðurnar í deild eða ekki? Jú. Þetta er náttúrulega fjórðuflokkur yngri, ertu að skoða það potið? Nei. IBF fyrir hvað, í 4. sæti í fyrstu deild. Og þetta er glæsilega að spila á flott markana. Konráð með fyrsta mark Fjölnis. Staðan 1-1. Staðan 1-1. Og hvernig var staðan hjá okkar mönnum í deild? Þeir eru í 3. sæti í 3. deild. 3. sæti í 3. deild, já. Þannig að það er heil deild á milli. Já, IBF 2 nú einmitt í 3. deild. Já, en þegar komið í bikar þá getur allt gerst og við spyrjum ekki við spyrjum alls ekki stöðu deild. Það skiptir bara engum máli. Nei, ég meina, úrslitunum ekkert við. Nei, og það eru 2 mínútur búnar hér og þetta er flott vörn. Og já, við erum búin að skora 1 flott mark á línu og Eyjamenn skoruðu flott mark og svona úr seinni bylgju hraðaplaupi og Oliver og Konráð með mörkin. Fín vörn hana. Þetta var Anton, flottur í vörninu, sterkur strákur og vel gert hana. Glæslegt mark hjá leikmann nr. 20 sem er Arnór Viðarsson. Já, númer fyrsta markið hans. Já, Arnór og Oliver báðir búin að skora markinn í dag og þá koma Fjölnismennir í sókn. Anton hægri skiptunni. Já, að brotið honum og já, boltinn kemur síðan á miðjuna og Sigurður Finnsson og hann er þetta rangt mertur hérna í númer 38. Já, er það? Þú þekkir hann alltaf? Já, ég held alveg örugglega að ég sé ekki farið með rangt mál þegar ég segja hann sé númer 8 á skýrslu.
að við fæðum ráttmál að byrst innlega afsöngunar og svo Ólafur Kristinn í vinstra horninu og Rómeó í markinu, öflugur markmaður sem að í 15 leiki eldri held ég að lögregla að spila fyrir sig og þeir eru náttúrulega nokkur í 15 leiki eldri og þetta svona blandað skemmtilegir strákar. Þú hefur alltaf þjálfað eins og eins og ég tók leikið daginn á móti Ella vinnu mínum og vel gert þarna, þetta hörkuleik og frákast í hvert ykkur ekki frákast strákar. Já, þetta Jón Kristinn þetta. Jón Kristinn með gott frákast og skorar en það var klaufveldi á Fjölnisstrákan, þeir horfðu bara á hann taka frákastið. Já, alltaf erfitt að horfa upp á þetta. Algjör óþarf að vera kannski með of mikla gestrisni þó við viljum sýna öllu virðingu, þá var þetta kannski ekki, þetta er kannski aðeins mikið. Við getum sýnt virðingu. Já, við sáum það, algjörlega. Þú lest mér svo opna bók, Bergur. Já, þú mig líka. Já, vá, veistla. Og Anton og Guðbjörn. Og Siggi með boltan. Siggi á miðinni, Anton í hægri skiptinu, sterkur upp og það er Palli sem er verið svona fyrsta varða skotið á Páli. Hann í marki, já. Já, hann er markmaður. Þú þekkir hann? Ég kannast við hann, já, hann hérna. Hilsar hún á hann? Já, vel gert þarna. Flott markaðan á línunni. Þetta var bara hrikalega flott hreifing. 35. Jón Kristinn aftur. Já, hérna Palli, hann var öflugur hérna þegar ég var fyrir vestan, þá voru eigamenni og hérna ég var nýbúinn að taka átt í ykkur talenturugli og þeir voru það vita það nú allir. Þeir voru hérna mikli aðdáendur og þannig að maður að sinna því. Hefði hann brotið á Anton enn og aftur, hann reynir að brjóta sér liði gegn, þeir kannski þurfa aðeins að láta boltan fljóta aðeins og hérna finna svo glöður. Já, þeir hafa verið að myndast, þeir hafa bara ekki nýtt alveg. Nei, þeir svona sækja meir í svæðin, þetta er velvarið og Konráð eins og skeppna aftur Palli með 3 varin skotina í heildina, 2 í þessari sókn. Hann er mjög góð markmaður, ég held að sé landslýsúrtækja lögregla. Og Jón Kristinn hérna með 3. markið sem Já, þetta hérna, ef að Fjölnisstrákarnir ætla ekki að vera skynsami sóknarlega og ná að skila sér heim allan eftir gott skot, gott slút að það var allir með setja á svona svolítið panikslútin að skotið fyrir utan hann er ákvað að drífa sig, þá verður þetta erfiðu dagur, það er ekki spurning. Því að eins og sögðum á þá er heil deild á milli liðanna, Fjölnislið í 3. deild og hérna og IBF í toppvartinu í 1. deild og það er bara heilmikill munur, þannig að menn þurfa að vera skynsamir í svona leikar, þeir eiga fullan séns en þeir þurfa að vera miklu skynsamir en þetta. Einmitt. Fínt þarna brot hjá þeim, Sigga og Guðbirni. Já, þeir færa vörnina og lokar hún alveg. Já, vel. Algjörlega, engin spurning. Þetta er Óliver í hægri skiptunni sem er búinn að skora þennan dag eitt mark. Og Sæþór hérna á miðinni. Númer 7 og góð sending hérna og Kristinn setur hann yfir. Já, ég þekki það. Illa klárað en hérna, já þú þekkir þetta, þú ert línumaður. Já. Hefur tekið svona skott, tókst það bara í síðasta leik held ég, á föstudaginn. Já, einmitt. Það eru tæpi 2 sólarhringar síðan. 1 yfir og 1 í hliðanetti og ég. Já, en þú átti samt ágætt sleik þannig. Já. Heilt yfir. Já, dæmi skref hérna. Hugsanlega réttir ekki alveg viss en hérna dómarinn hefur alltaf rétt fyrir sig þannig að við segjum bara skreflegt allavega. Já, en við höfum rættið held ég áður að það er oft dæmt skref á svona higg eða svona, þú veist, kannski öðruvísi hreyfingar, þetta er vel gert. Flott fint annað, þetta er leikmaður 3, Óliver komið 2. Já, hann er öflugur strákur, þeir hefur loðað svona við yngjuflokka eiginmanna, þeir hafa verið svona tiltölulega lágvaxið lið en hrikalega öflugur fintarar. Þetta er bara búið að vera svona í ár, mörg ár. Já, ég er að segja það, þetta er loðað við á bara í mörg ár á hérna alla yngjuflokkana. Selfoss með hávaxið lið og IBF með lágvaxið. Já, þeir ná alltaf að vera með mjög góð mjög góða svona fintara og góðra stimpla og hraðir menn. Þannig við þurfum einhvern veginn að vita hvernig þeir gera þetta. Þannig eigum. Það er bara fiskurinn. Það er hugsanlega fiskurinn. Já, fiskurinn stað fyrir kókupöps, það er bara það sem gerir þetta. Já, lax. Frekar. Já, Þorskurinn er góður. Ég held að það sé svona uppáhaldsminn. Já. Anton liggur hérna aðeins eftir. Þetta er svona datasend sem ég kom með þegar við vorum að spila í Strandgötum daginn. Hann er mikið svona þröngu að þessu áfram, skilur. Já, hann er alltaf mikið hnóða. Guðbjörn hérna, hvernig sækir hann ekki bara á? Já, Anton hann er sterkur. Flott að séðan sem lendur segja víti. Dæmi víti. Já, þetta er alveg rétt. Þetta var góð hreyfing og leiður nú ekki bara klára. Veist, ef hann var 100% lendur þá verður hann dæmi víti sem hann gerir. Já, hann finnst það. Og Konráð. Flott markað hjá Konráð. Já, Konráð komið 2. Konráð með bæði mörg Fjölnis og strákarnir þurfa að fylgja honum eftir.
ekki bara láta hann Gera skora öll mörkin en það er svo sem ekki mikið búið en það er 8 mínútur liðnar og staðan 6-2 og við þurfum að minnka þetta aðeins núna vonandi að spilum flotta vörn og ég er ánægð með að spilum með mann fyrir framann en ekki spila 6-0 vörn alltaf gaman að reyna á sig svona en þetta er full auðvelt Já, Jón Kristinn kom með 4. Já, hann fer í tveggjastaða tölu í dag, það er klárt Já, lítur út fyrir það Ég veit að heldur svona fram, hann er mjög sterkur greinlega, hann er svona Já, hann hefur líkvæmlega burði enda línumæður og virkar mjög sterkur Þeir eru allir með hárband Já, allir nema 2 og þeir eru mikið að vinna með hérna regnbálitina Er ykkur ástæði fyrir því, veistu? Nei, ég er bara mest að fyndið, mest að skemmtilegt og hérna, já Anton Guðbjörn og það er brotið á honum, já flautað, dómarinn með alltaf hérna Guðmundur Ingi flautar þetta þeir eru í vestum hinn og dómarinn þannig að þeir mættu sér í gulum treyjum sem er sami litur og fjörnarsliður í Ekki alveg ykkur ykkur það? Nei, það voru sögðu fyrir leikina Átni sem er nýbyrjar að dæma fyrir HDSI sem hann kannast dómarinn sambandið hann á ekki annan púningu þennan eins og þannig að hann bara eftir að græja það og þannig við, það var næst í frábæra varsla Já, var þetta ekki Þetta var leikmann á 20 held ég Já, með skotið, með henda Arnór, já, og vinstri skiptun, hann er öflugur og hérna Rómeó var næstu, hann er búinn að vera sitt fyrsta skot Já En já, svo ætla ég að klára bara hérna Sónan Páll í markinu hjá IBF, hann er líka í bláu vesti af því hann er í gulum ból eins og fjölunslið þannig að hérna það eru nokkur í vesti í dag en það mun ekki koma sök Já, flauta hérna úr hægri skiptunni Átni flautar þetta Já Bara vel dæmt og Já, það er ekki búið að vanta upp á það í dag Nei Þetta var líklega tvígrip, já Klögulegt, þetta er klögulegt Já, og þeir það taka á réttum stað þarna Páll kemur út á markinu og tekur þetta, vel gert og þá er, já, Oliver hérna í hægri skiptunni að venju og Sæþór á miðunni og hvað voru, það er hann hérna Arnór í vinstri skiptunni Arnór Viðars Bóta maður línu hana Hleypur eitthvað inn í tek Já, og svo er hotnamaður hana, vinstri hotnamaðurinn sýnt það verið nummer 11 Arnar Þór Lúðvíksson, hann hefði ekki fengið boltan held í sókninni Já, það er alltaf lítið fyrir honum en að spurning hvað gerist núna eftir þetta er skot framhjá ég sá ekki hvort að Páll hefði komið við en það fór allavega framhjá boltinn Ef skiptunar er mikið að segja þá þurfa náttúrulega hotnin að koma að hjálpa og þá fyrir að sjá hotnin meira bara setna Já, þetta er góð sending og spilað Jón komin í 5 mörk Nei, þetta er ekki Jón Hver var þetta? Þetta er leikmann 47 Þetta er Andri með sitt fyrsta mark Þannig að sterkur strákur hann stór sem leysti hann á línu hana og þá voruð með 2 línur hann og Það var þessu rugglan, þetta var já, nákvæmlega og þú með svona línumanna blæti Ég er línumæður Já, vel varð hann á Páli Það er kallað blæti eða eitthvað Nei, þetta er ekkert illa með blæti, þetta er bara Já, ekki þannig blæti Nei, alls ekki Allan ekki mynd þannig Nei, ég tók þess ekki til Nei En ég er bara að segja að línumenn pæla kannski meir línumennum og markmenn í markmennum og þú veist eins og Ingvar Kristinn, markmaður Fjölnis í meistaraflokki, hann vill alltaf að markmaður sem aðleysins í öllu Já, ég vil líka línumenn verið Ég er að segja það meðleysins í öllu Já, og svo Svenni Þorgeirs vill að Musteri sé alltaf meðleysins og Hann orðar einmitt þannig líka, hann segir Musteri Já, hann segir við Musterinn þurfum að standa saman og við erum eitt af 8 undrum veraldar og við þurfum alltaf að vera mennleiksins Þetta er beint kvót Þetta er beint kvót í Svenna Þorgeirs og það er líka ástæða fyrir því að hann Þetta er vítakast Nei, en það er ekkert Nei, ok Þá er þetta ekki vítakast Nei, það er rétt að og þannig er nummer 11 leikmaðurinn Arnar og þetta er Lína Já, hann fekk allan að boltana velgætt þegar hún leysa Velgjast að sjá hann, sendinginu áttur aðeins og kannski Já, en samt, það var bara fínt að koma boltanum í Denda á honum Já, nú er Arenbjörn komin í vinstri skiptuna Hann er nummer 1 teipaður en teipaður er enda að fara á honum Já Og nei, þetta er Mattias Ég held að þetta sé leikmaður 7 Það er rétt, þetta er Mattias, ég byggðist afsökunar Þetta er Mattias Sæþórsson Þeir eru nú með Sæþór í hinu liðinu Já, held að hann sé sonur hans Nei, ég held ekki Það var mjög skrítið, þú varst bara að benda á að hann væri Sæþór Mér finnst það bara, þetta er skemmtilegt Já Þetta er ekki algengt nafn Nei, það er rétt, já, samt ekkert rosalega óalgengt Nei, en ég meina Hann er vel stólið hérna Já, Andra Já, og heppinn að fá ekki skrifa þetta Og núna verið hann inn Og vel varið hjá Rómeó Rómeó Gabriel Rómeó heitir hann Kallaði Rómeó
hann er markmaður, þetta gerir hann hringvötunar sem að gleyma ekki, hann held að sé komið mark hérna. Það er bara Ingvar Kristinn Guðmundsson sem skorar mörg sem markmaður. Já. Új, og það er mark. Já, Hver var þetta? Anton. Tóni, hann kallaði Tóni? Já, við getum kallað Antona bara. Já. Ég vann með Tóni í sumar. Já. Já, hvað er að gerast hérna? Kameran fær að fylgja með hérna, þetta er ekki svo þegar Kristína var daginn þegar kameran fór ekkert með leiknum. En í þeim tölu Oliver Daðason. skorar Oliver, þriðja markið sitt. Já, þið eru heppin að fá að horfa á leikinn. Það er svoleiðis. Það er tæplega 14 mínútur liðin af staðan 3-10. Eyjamenn mjög öflugir hérna fyrstu 14 mínútur leiksins. Og sóknarleikun hefur verið erfiður í okkur og við höfum verið aðeins og opnir varnarlega. En það er alltaf að fara að breytast. Já, vonandi að við minnkum þetta aðeins og hvað gerist þarna? Já, og lengra. Hann er inn í teig hérna, já, fríkast. Já, ég meina hann var inn í teigin, hann fór út úr teigin og hann greið boltan. Já. Það var Anton meiddur og tíminn stöðaður og hann haltar hérna út af, valhoppar út af. Og vonandi þetta sé ekki alveg allan, hann hafi ekki hné í læra á sér. Man þekki það. Já. Það er aldrei skemmtilegt. Og þannig er Aron Björn, vinnur okkar, komin inn á ásinn. Leikmaður númer 1. Já, númer 1. Aðalmaðurinn alltaf númer 1. Og það er býðið til flauti. Og Eyjamenn 3 metra frá. Þetta er hefðbundið stöf. Já, hefðbundin handbolti. Já, það er bara svoleiðis. Ég segi alltaf stöf núna þegar Gísli Martin segir það alltaf í vikan með Gísli Martinni. Hann segir alltaf, hei, hvað með íslenska stöfi? Það er mjög fyndið að segja stöf. Hvenær verður þú í vikunni? Hvað segir þið? Hvenær verður þú í vikunni? Það er eitthvað mjög stutt í það. Já, Ég þekki Gísla, ég myndi vilja nota bara samband minn í það. Þekkirðu Gísla? Já, ég þekki hann persónulega. Já, það þekkir nú ekki allir Gísla Martin. Já, Gísli er mjög góðlegur maður og hérna og Ólafur er að skora. 4 markið sigur, 2,4. Já. Þekkirðu það gegnum pólitíkina? Nei, gegnum verslunarskólann. Já, ok. Þú ert ekki mikill pólitíkus. Nei, ég hef samt hjálpað Gísla í kosningum á sínum tíma en það var bara svona vinskapur en ég nenni ekki í dag, mér finnst það leiðilegt. Já. Þannig í dag finnst mér skemmtilega að lýsa handboltaleikjum og þetta er vel gert á hana hjá Mattiasi. Fyrsta markið hans í dag. Já, Matti Sæþórsson, Matti Sæ eins og hann kallar með 1 mark hérna. Brjálu stemning í stúkunni og já, það er bara mikið læti inn í höllinni, Höntshöllinni sem munum kalla hana kannski eftir svona 3 ár. Hönts? Já, ég er æs aðeins. Við erum að reyna að selja húsið, sjá hvernig það gengur. Tómatsósur í svona sjálf. Þetta var vel gert. Þóralli með sitt fyrsta mark, Þóralli Orri Steinsson. Þvílík byrjun hjá Þóralli. Já, þetta var bara hammer. Hann kom inn langt til hægri hérna og hamraði hann í nær. Rómi átti ekki séns. Og vörðin ekki heldur. Og þá er leyst inn hérna hægra hornið, leysir inn í fjölni og Mattias sækir á og Conor fyrir núr þröngu færi. Mattias nær að slengja höndinni hennar, komið 5 varin skot. Þetta er flott skot en þetta er ekkert þannig sé færi. Nei, þetta var erfitt. Já. En og hann hleypur þannig að þetta er minkandi færi þegar hann hoppar inn. Markið minkar bara og minkar. Já. Þetta var mjög þröngt færi en hann varði eiginlega að taka þetta þannig að hann var komin á siglinguna og aftur. Já, vel brotaðinu að konna. Já, Oliver hérna Sæþór aftur tögklipping og vel varið. Já, takkið frákastið strák. Og næstu aftur. Þannig að Andri að skora annar markið sitt í dag. Já, það vantar aðeins smá svona killer í fjölnislið. Frákvöst. Ég verð að fórna sér þessa bolta. Já, þeir eru ekki séns á að vinna leikinu eða ætla að horfa á gestina alltaf taka frákvöstin í sók. Nákvæmlega frákvöst inn átt leikin. Jafna leikin. Gott skot þarna. Og hinum er aftur 2 skot í stöng þarna á skömmun tíma. Og Breki sem átti hérna fyrra skotið og Andri skorar hérna Arnór skorinn, var þetta ekki Arnór? Jú, leikmaður 20. Já. Jú, stáði ekki Andri aftan á honum. Já, við förum til skýslunni bara. Hann heitir Arnór á skýslunni. Og hann er komið 3 mörk þá.
stendur undir Arnór á bakinu á honum bara svona þér að segja. Og þeir reyna að komast inn í hægra megin. Þetta skref líklega. Skrifa brot og En þetta er maður að sé búið að brjóta á honum. Það eru 80 mínútur liðnar að fyrra leik sem þýðir að það eru rétt tæpar 7 mínútur eftir. Og staðan er 14-4. Það er 4-14 öllu heldur og þetta er bara hort á hann. lappa bara inn. Ólafur með 5. markið sitt, markaðistur í liði Eyjamanna. Markakongur. Markakongur dagsins sem staðan núna. Vallarins. En þeir bara horfa á hann, lappa hann í gegn. Þetta er full mikil virðing. Og og auðvelt. Og já, þetta er líka Arnór tekur boltan hana. Og Sæþór, Óliver. Það er brota á honum. Og þeir spelda. Nei, ekki fyrsta spjaldi í dag? Nei, annar spjaldi. Annar spjaldi, hvað fyrsta spjaldi? Ég bara minnst það, það var spjalda. Ég með sem ekki aðtilsprest, ég man ekki þetta í. Þú veist örugglega að tala Gísla Martein eða eitthvað og hvað er langaði mikið að vera í vikunum. Já, þú varst endar ít undir það. En það er komin 3 gul spjöld í leikinn, segir tæknamaður hér, Smári Þór Baldursson, við trúum því bara. Og ég bara séð eitt sem því það ég er ekki alveg að fylgjast nóg mikið með. En Arnar Þór Lúðvíksson með fyrsta markið sitt. Var ég ekki búinn að spá þessu? Það kemur mark úr horninu. Jú, það er bara svoleiðis. Ekki þung. Þú sagðir, það kemur. Já, og það kom. Já, og það kom. Þá er Uni mætturinn á, Uni Dagur Pálsson, komin í hægra hornið. Hann tjáði mig þar endar í leiknum hann dokkar ripið bara. Já, hann tjáði mér hann Uni í leiknum móti Haugum, hann vildi helst bara spila vinstra megin, þetta er lína, já. Þannig ég bara mátti ekki setja hann inn á hægra megin. En hann er settur inn á hérna hægra megin, þetta Jakob Steinn sem þekkir menn.is, hann lætur sér ekki segast. Koppi leifir hluti sem að engin annar leifir sér. Hann er bara svo leiðis. Hann er líka sundlega starfsmaður í húð og hár. Það er rétt og þeir leifa enga vitleysu. Nei. Þeir þekki ekki vitleysuna. Þeir fara ótróna slóðir. Það er bara svo leiðis. Enda upp í turni að hafa það hugulegt. Já, þetta er svolítið... Upp í fílbeinsturnurum sínum. Já, þetta er erfið sóknarleikur hjá Fjölni sem því það að vörnin er góð hjá IBF. Oft helst þetta í hendur eða góð vörn þá gengur sóknin erfiðlega í hinliðinu og öfugt. Ef að sóknin er alltaf góð þá er vantarlega vörnin ekki nóg góð. Þetta er ekki flókið sport. Nei, þetta er sár einfalt, bara að skora mörk og... Já, og vel gett þarna. Slungið skot þarna hjá Þórhalli. Þórhallur að koma sterkur inn í hann leik. Já. Og já, bara 2 flott mörk hjá honum og erfitt að stoppa hann þegar hann kemur á ferðinni. Staðan er 17-4, 4-17. Já, Þórhallur er einn af þeim sem er ekki með hárband. Já. Af einhvers konar tægi. Af einhvers konar tægi, sagði maðurinn. Og já. Ég held að þetta sé íslenska, ég er ekki alveg. Já, þetta er, við látum Gaukinn fara yfir þetta. Já, við látum hann hlusta á upptökurna. Já, og gagnrýna okkur síðan fyrir það. Svo getur verðt eitthvað þessu. Já, engin spurning, en það eru hér til að læra. Kemur Siggi með skot yfir. Já, Siggi skot hérna hátt yfir. Og boltinn strax í leik hérna. Og Sæþór á miðinni gefur á okkar vin hérna Þórhall og hann inn á Andra með 3. markið sitt, já. Þetta er hérna... Var þetta Andri? Andri skoraði, já. Þetta hefði verið 3. markið á Þórhallur líka, verður það skora? Já, Þórhallur átti í stóðsendinguna. Þannig að Sleppið að skora mark á það. Við munum það bara, hann var með stóðsendingu. Já. Eftir leika og munum við fara yfir hverju skoruðu og svo munum við það allavega Þórhallur var með 1 stóðsendingu að lágmarki eða AMK eins og við kallum. Já. Það vantar kannski aðeins hérna baráttuna í Arinbjörnin á línunni. Að búa sér til pláss og hann skrefa hann á Una. Já, mér sýnst það, verður rétt. Já. Ég er nú með 1 stóðsendingu á föstudaginn. Já, til hamingju með það. Sem ég er mjög stoltur af. Mælum allir fara að skoða það. Man ekkert hvenær leiknum, ekkert í manni fyrirháleik. Já, þannig að við hvetjum allir leikirnir okkar náttúrulega sendir út í meistaraflokki. Allir heimaleikir og allavega fyrirháleikur í síðasta leik. Það var náttúrulega vesen með seinháleikin en þetta sjá stóðsendinguna ef þið kíkja á fjölnir.tv þá er allir leikirnir þar og það er hraðarblöfina Matthías og hann skorar. Hann fór alveg sjálfan. Já, klassi. Hann þurfti engan. Nei, við fögnum þessu. Þetta var vel gett, hann ætlaði sér bara að fara í gegn. Já, engin spurning. Aðeins neðar og þetta hefur verið haus. Þetta var mjög gert. Já. Það eru 2:20 hérna eftir á fyrirháleik, staðan 5:18. Og nú þurfa bara strákarnir að einbeita sig því að hafa svolítið gaman að þessu og ná að nýta hennar leik fyrir næstu leiki, smá undirbúning,
bæta vörnina, bæta sóknina, fagna mörkunum. Það var gaman að þessu. Já, þetta bara ávar gaman. Og uppbútt að línuna áttu, þeir hafa verið að fara yfir línuna, en Andri var það núna. Já, þeir komið langt yfir línuna. Já. Og þetta vel gert hjá ungum dómara Árna Valsar að dæma þetta, þetta bara vel gert hjá honum. Já. Og Unni, hann með fína tilraun. Já, kemur Unni minn. Og boltinn strax í leik og eru 1:45 eftir hérna fyrra á leik. Og vel varið, klassi og Rómeó, 3 varin í honum. Líka gaman að sjá mismunum á hárgreiðslum dómarana. Já, það er hárið þetta. Þetta er sinn hvor öfgin. Já, ég veit ekki með öfugana. Árni með svona smá svona ofan á svona. Já, hann er kannski ekki með sítt beint. Og Gunnar er með aðeins minna ofan á. Guðmundur fyrir ekki. Guðmundur Ingi, ætlaði að segja. Og boltinn fer af vörninni í Palla og hann hamrar fram hérna og Arnór nærur hann ekki alveg og þeir keyra hann að skilja 2 eftir. Keyra á þetta strókar. Sækja. Já, og Konráð. Það er vel gert. Flott mark þarna. Konráð með 3, hann hefði náttúrulega fengið víti þegar maður var hann í teig. Þetta var bara Konráð ætlaði að sækja þetta. Staðan er 6:18. Já, og 50 sekúndur eftir hérna fyrir áleik. Við sjáum örugglega eina sókn. Já, vonandi verður einsókn hjá IBF inn í Fjölni. Já, ef IBF spilar þetta rétt þá verður það einsókn í IBF. Já, ég ætla að tippa á við fáum boltan áður en að hálfleikurinn er búinn. Já, sjáðu, hvað sagði ég? Þú sagði þetta? Já, það er bara svoleiðis. Og þetta var Jón Kristinn með 15. Jón Kristinn með 15, hann var langt síðan að skora, hann skoraði hann í byrjun. Fyrstu 4 eða eitthvað? Já, hann hárið konum 2 með 5, Óliver og Jón Kristinn. Þú spáir 10 marka. Já, hann er nefnir að byrja, hann er núna á pari. Já, við erum með Jón Kristinn í Fjölni. Það er hárið hjá þér, Jón Kristinn Þórðarsson í 3. flokki. Toppmaður. Já, toppeintak, pappa segir Tóti Innes. Þetta er varið auðvitað, Palli verður að gefa hann komið 7 varin skot. Og Arnór með 4. markið sitt. Já. Þið þekkið kannski bróður hans, Jón Kristinn Þórðarsson, Þórir Þórðarsson. Já, og ég veit hver það er. Hann er 1 ára yngri en ég. Ég veit hver það er. Herðu, nú er komin hálfleikur, staðan er 6:20. Það er þannig að í Fjölnisliðinu hefur Konráð skorað 3 mörk, Mattías 2 og Anton Helgi 1. Þetta eru 6 mörk og Gabriel Rómeó með 3 varin skot. Í liði gestana er Páll Eiríksson markmaður með 7 varin skot og markahæstu menn þar eru Jón Kristinn og Óliver, þeir eru báðir með 5 mörk. Svo kemur Arnór með 4, Andri með 3, Þórhallur 2 og Arnar Þór 1. Það er bara Sæþór sem á eftir að skora þar en hann hefur gefið stóðsendingar og spila vel. Já, við hérna tökum okkur örfáar mínútur inn í pásu, Bergur, ef að henda að spá á þetta, svona tölum. Nei, ok, 37-14. 37-14, ok, ég ætla að segja 34-17. Ég ætla að segja að Fjölnisliðið rífi sig í gangunum. Þið komum á blað. 34-17 og þú sagðir 37-14. Ég sneri bara tölunum við. Já, ég fatta það núna og hérna, já, við tökum okkur örstutapásu og komum með seinni hálfleikinn eftir 5 mínútur. Ekki frá langt. Takk fyrir okkur. Bye.
Já, við erum þá mættir aftur hérna með síðara hálfleikinn. Velkomin aftur. Við fengum þær upplýsingar í hálfleik að það voru vist menn.is sem keyptu vefsíðuna troll.is sem að hérna Jakob var með. Himinn háar upp þær. Já, upphæðin á milli 10 og 200.000 samt confidential og þetta höfum við frá fólki upp í stúku sem að þekkir til Jakobs en vill ekki láta nafnsins getið og við fengum Jakob ekki til að staðfesta upphæð. Hann leit bara í burtu. Já, hann var brjálaður en þetta á milli 10 og 200.000 sem frábært hjá honum og leikurinn byrjar og það skot framhjá hér hjá Þórhalli. Staðan 26 eins og það sagði. Já, við getum sagt hver staðan í leiknum, það má. Það ekki eitthvað svona... Nei, það má segja stöðun þessu, þetta ekki eitthvað confidential, þetta ekki trúnaðarmál. Við erum ekki að skrifa undir samning. Nei. Þú spáði 14.37 og ég spáði 17.34 og já, þetta bara, ég veit ekki alveg hvort að þetta sé raunhafa tölur en ég var allan að reyna að pumpa félagsliðið upp. Þeir mættu mjög tilbúinir til leiksina, voru snemma búin að taka berjastringin og tóku stuttan tíma inn í klefa. Já, ég hefði spáður sörgleikandinn öðru sem ég hefði séð það. Já, einmitt, ég sá það fyrir bara og hérna, ég svona ákveðin Nostradamus í mér. Já, það bara svoleiðis. Nostradamus. Já, byssi N, eins og ég kallar. Herru, og það sókn hérna og það skoti hérna í stöngina og hausinn á Rómeó. Þetta er tæpt færi. Hverfandi líkur að þú skorir og svona. Já, þetta var hann Jón Kristinn okkar sem að skoraði 5 mörk upphafleiks. Og með 5 mörk ennþá? Já, hann skoraði 4 mörk og svo 1 henni í lok fyrirleiks. Það rétti þegar hann tryggði sig inn á parið. Og já, nú þurfum við bara að fá meiri sóknarleik frá fleiri strákum í Fjölni til þess að minnka muninn í þessum leik. Dreifa svolítið álæginu. Ég hugsa að draumur okkar framlenging og vítakastkeppni sé ekki að fara að ganga. Hverfandi líkur, en var þetta skref? Þetta var skreflegt, þetta var mjög skreflegt. En hann tók allan að vinstri, svo hefur hann hugsanlega tekið hann að fjórða skrefið. Ég var beðið eftir hann að dribbla það. Það lítur að vera 4 skref. Það hár rétt hjá þér. Dómarinn myndi ekki dæma nema að það væri rétt. Ekki Guðmundur minn og ekki Árni minn. Nei, Guðmundur minn og Árni minn eru flottir, þeir eru búin að standa sig mjög vel í dag. Og Þórhalli kemur hann í skotfintuna. Já, góð vörn með Mattiasi. Flottar skiptingar og allt rétt. Fínt að stíga hann fram fyrir mannin og slá boltan. Allt samkvæmt bókinni. Allt samkvæmt Boris bókinni eins og Kristján Gaukur myndi segja. J-V-M-A-D, bledd. Já, bledd og allt. Og það... Nakkoðum aðeins. Já, ég veit ekki hvað að segja. Nei, ekki heldur. Þetta var fín vörn hérna. Og Þórhallur og Sæþór. Og það skot framhjá. Þetta var Jón Kristinn sem reyndi hérna, hann byrjaði nú leikinn á línunni, nú hann búinn að vera í skittu og reyndi hann undirandarskot, ekkert reyndi, hann tók undirandarskot og fór framhjá. Heldur að síðan sem Jakobs heldur að það var að fara í fréttinnar, hvort þið getur googlað það eitthvað? Já, það lítur að vera stærsta fréttin í stöðtöð kvöldfréttum þegar troll.is var seld. Já, þetta var klaufalegt þarna. Já, mjög tæft að fara í fótinn okkur, en það gerist ykkur mjög ekki. Það ekkert búið að skora núna í þessar 3 mínútur sem að seinni hálfleikurinn hefur lifað og Jón Kristinn með 17. markið sitt. Rómeó með fótinn í þessu. Já, hann búinn að vera í mörgum boltum hérna og það kannski líka, hann náttúrulega yngri og kannski ekki hægt að gera kröfu á hann verja eitthvað rosa mikið, en hann efnilegur og með góða hreyfingar. Já, fótturinn var aðeins lengri. Já, og en hann í mörgum á þessum boltum eins og segir, hann búinn að verja 3 skot, hann örugglega búinn að vera í svona 5-6 mörgum allavega. Þetta skref, við erum klaufalegir í sókninni hana, þetta getur verið erfið seinni hálfleikur. Og hann keyrir hann inn í mannin og fær síðan 2 mínútur á hann á Sigga. Þetta er klassískt reik. Já, en Siggi fór ekki sjálfur í hann samt, hann héldi sig til hér en þá var hann Eyþór sem að fór hann utan í hann. Nei, Arnór segi, og Arnór tekur það sjálfur. Engin Eyþór í liðinu? Nei, ég byggðist afsökunar, ég myndi Arnór. Og Arnór klár. Og það eitt skoti sem hann nálægt þarna, en Arnór þá með 2 mörk komin í dag. Nei, hann með 5 mörk komin í dag, segi. Já, tjók. Það Arnar, við erum að rugglast hérna. Byggðist afsökunar á þessu. Ég setti skrifa síðan, ég er búinn að skrifa Marko Arnar Andra og núna ég búinn að skrifa Arnór. Já, þeir byrja allir á A. Já, það þessi Fjölni byrja allir á B. Já. Bjarki, Breki, Bergur, Björgvin. Svo vorum við með Bjarna og svo vorum við með Anna Bjarka. Nákvæmlega, við erum svona bjelið. Já, nei. Já, þetta var fyndið. Og já, ég byrja að hafa allir. Já, svolítið svoleiðis. Ég er að tala um svolítið meistaralokki, sko. Já, ég er að tala um hérna. Ég er að tala um meistaralokki. Já,
Þetta skot var yfir. Já, Óli reyndi þetta skot, Óla og Kristinn. hann kannski máli bara að taka lengri sóknir og Já, Með við erum manninn- að, eins og þegar sagði, meðan við erum maður að skynnsamar í stöðu eins og þessar á móti svona sterku liði þá verðum að taka tíma og þetta er vel gert. flott markarni Arnar. Arnar Nú er Þór hann Lúðvíksson komið 2 mörk. Við óskuðum eftir í hálfleik við Jakob Stein, hann vildi nú ekki gefa viðtalið, við óskuðum eftir við myndum heyra hans meir í honum svona inn í útsendinguna. Já. Eitthvað svona köllokk, hann er pollrólegur á bekknum Ja, en það er ekki sem er þetta líka skemmtilegt og þjálfar IBF eru líka rólegir. En það er engin ástæð að æsa sig, það má alveg hafa hátt samt. Já, kannski ekki verið að kalla neitt á dóma. Nei, þau eru ekkert að kvarta við dómanum en það er ekkert yfir því að kvarta. Nei, Það er við höfum ekki- ekki haft neitt. Það er ekki einn einasti dómar sem hefur verið rangur. Við höfum spurt okkur 2 litla dóma en það skiptir engum máli. Hvað vitum við? Við vitum ekki neitt, þess vegna erum við hér og þeir á gólfinu. Þeir standa sig vel. Þeir eru að fá borga fyrir þetta, við erum ekki. Það er hárrétt, það er hárrétt. Og þetta er vel gett í Eyjamönnum sem brunaði upp Andri og Arnór og þetta er Já, þetta er fríkast. Ég hef nú líklega þetta víta þetta, hann var einnig langt inn teg þegar hann byrjaði að hrinda honum. Já, ég misti það. Það er bara töff. Já. Það er, kemur oft upp svona símabíp, ég veit ekki hvort, Já. er þú með símaðinn? Nei. Minn sími er langt í burti í hlæðslu. Ég er ekkert með síma minn. Ég Nei. er fagmaður. Og línusending og það er klikkað. Inn kemur maður. Og bolti strax í leik, já, Róma beðan eftir að sjá hlaupið. Og það koma inn upp Matti, Óli og Anton. Óli, reynir línusendingu Það var nú frýr en. á Konráð. Þetta er fótur, já. Já. Það er smá panik í mönnum Ég er hérna. bara að skilja hann eftir. Nei, býttu. Hann má ekki taka hann á ferð. Hann verður að taka hann Ok. standandi í löpina. Hann Ok. svona, já. Herra Ingvar. Hann hoppaði svona þegar hann tók þetta. Hann var Your eitthvað að drífa sig. honor. Já, ég fílaði þetta samt. Takk fyrir þetta. Það er ekki máli. En nú er þá, þeir aftur komin í sóknina hérna. Konrad kemur út í Kærastan. Já, Kæró, já. Já, Ok. það var strákur fyrir vestan sem sagði alltaf Kæró. Þegar við tókum Kæró. Já, ég heyrði bara að hann sagði Kæró. Já, Það er ekki bara nákvæmlega sem kerfið heitir. Kæró. Þetta er ekki Kæró, þetta er Kæró. Kæró og maður En Kæró. ekkert mál, skiptir engum máli. Já, ég heyri ekki frambjörnum minn. Nei, Hann ég er er annar nú- ég er örgulega. bara að grínast. Ég veit hvað þið er samt. Smá gamanmál hér. Með Kæró. Já, ég veit þess að hann sagði Kærastinn eða Kærastan, skiptir ekki máli. Þetta er háklassa orðagrín. Já, Óli. Já, bara Óli gera þetta klárar sjálfur. þetta bara sjálfur. Já, Fyrsta markið hans í dag held ég alveg örugglega. Já, Það telur ég að mikið. það er rétt. Hann var hérna Guðbjörn laus hann inn á línu en Óli hefur ekki síðan. Hann var líka í Sneri sér hring. horninu. Já, Alveg. snýður sér hring og skoraði vel gert hjá Óla. Staðan 7-23. Vantar nú svolítið mikið upp á að mín markaspá gangi en upp með, já. Og Guðbjörn, nei, þetta er hérna Nei, Siggi. vel gert, það var Siggi fyrir ekki, Siggi með fyrsta markið sitt í dag. Siggi Finns og það er klappalóksins í stúkunni, það er að lifna yfir þessu. Þetta er fríkast, já. Þetta er fríkast, já. Það er það sem Held þetta var skref þarna veist, en hérna, Já, skiptir ekki máli. Ég á aldrei þetta með skref, alltaf bara að láta lengi fljóta. Já, eins og þegar Anja Andersen var að spila. Já, alltaf Það var bara að 5, láta 6, 7 þetta skref. fljóta. Ef boltin endur í netinu, það er mark. Það er jákvætt. Ég veit það ekki. Og vel Vel varinn, varinn, já, já. okkar maður Og Rómeó með 4 varinn. Klassi Rómeó minn. svolítið hátt driplið þarna. Já, það er aukaðri. Það er samt ekki að það fyrir frá hún öxl. Algjört aukaðri Bergur. Við erum ekki í smámunarseminni hérna. Dómarnir eru það. Og það er hotnkast. Flott vörn. Skotan í Mattas í hávörn og afturfyrir. Og þeir taka þetta hérna hægra megin Mattías núna boltan, Óli, Mattías, Siggi núna í hægra horninu, Anton í vinstra horni, Anton í vinstri skyttu, Unni í vinstra horni og Konráðun á línu. Já. Og Óli, og hann finnur Una. Og það er glæsilega varið hjá Páli sem með 8 varið skot og löngsending sem klikkar keira, já. Róma kemur boltan strax í leikinn tilbaka. Sækja fljóta tilbaka og skilja mannin eftir. Og svo vel línu spila og flott, glæsilega varið. Hann er lokað við markinu mjög vel, kemur hann út. Já, það er erfitt að setja fram hjá honum. Það eru bara vippið yfir hann eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað að gera. Já, Anton reynir þarna. Hvernig er hann með vippur í þessum flokk? Ég er ekki búin að sjá neina vippur. Nei, það er minna nei, það er ekkert vippur og duddur hér. Vippur og snúningar. Já, þessu kvöldum duddur. Ég tók snúningsmarkaðan. Í alvörinni? Já, 2. Á æfingu? Já.
Það er skrítið, ég trúi því ekki. Ég Var gerði það, það. var það í spilinu eða? Það var við vorum að skjóta stöðum. Elvari, skjótu stöðum og þú skoraði þessu. Já, 2 snúðismörk. Á Jón Pálsson þá eða? Á Ingvar og Bjarka. Var Jón Pálsson ekki aðeins kannski? Jú, ég sleppti að snúa hann. Bara Já, gafst ekki tækifæri. heyrðu, þetta var vel gert hjá Oliver, hann er komið 6 mörk 6 marka maður. og ef við snúum okkur sér staðaleiknum, við gleymum okkur stundum en við vonum að þið séu Í það fræðarsögum fylgja fræðarsögum af æfingum í í meistaraflokki. dag. Heyrðu, það eru 10 mínútur búnar núna á seinna hálfleik og staðan er 24-8. Staðan var 26 í hálfleik, þannig að staðan er 4-2 í síðar hálfleik fyrir Björn. Já. Spáin var 14:37 hjá mér og varið, 17:34 hjá þér. já, og það er ekki verið að ganga, ég get sagt þér það strax. Það er ekki að ganga á mín spá, en hérna þín gæti gengið. Páll Eiríksson, markmaður, var að verja annars sitt 11. skot og vörnin þetta koma aðeins við boltan á leiðinni. Já, en skoti var samt alveg skot en þá. Ég er að segja það, þess vegna talaði um hann að þið var þetta var ekki svona, hann þurfti að hafa fyrir þessu. Já, einmitt. Ég er alveg samanlegur. Og augljóslega og hérna Oliver reynir línsendingu Flott vörnanda. og þannig er enn aftur að horfa bara boltan inn í punktalínu. Spurning hvað Siggi geta náðu þessu, eða þið voru 3 þarna sem Henda sér bara á þetta, ég veit að það kannski, þú veist, getur fengið brunasár og óþægilegt en þú vilt vinna boltan sama hvað. Já, hann er inn í teig hann að dæmt vítakast, rétt. Það er skemmtilegt að fá brunasár. Ég er að segja, veist, þetta er bara að láta vaða, taktu bara frákastið, fleygður boltan fórnaðir, já. Nóg það. Það er Sæþór sem kom að línuna Koma. og Sæþór Flott skoraði mark sitt fyrsta mark, þá eru allir í Eyjaliðinu komnir á blað. Nefnum kannski bara Palli. Já, nema Palli, en hann er, Við getum beðið lengi eftir því. Já, en við gefum hann það að vera komin á blað með 11 varinn skot. Já, Það er tæknað sér komin á blað. það er fínast að fínt. Uni reynir að fara í gegn, hann hætti við og Anton og Gott fyrir Finnur Konráð, það er gott skot en endar í sláni eða samskiptunum. Þetta var vel spilað í fylgjunsliðinu og hinum megin er það Arnór. Arnór að skora 7. markið sitt. Já, þeir eru 3 með 6 mörk, Jón Kristinn, Oliver og Arnór. Svolítið flott dreifing. Já, þetta er flottur leikur af þeim og hafa verið svona tiltölulega áreynslu lausir í þessu öllu saman. Og núna var sending út af hér. Já, klöfulegt. Já, það eru kannski eitthvað stressaði strákarnir, ég veit það ekki. Má það? Já, þeir eru kannski vita að við varum að senda þetta út og stressast upp við það. Enda sjónvarp allra Reyndar, landsmanna fjölni.tv. Þetta er eitthvað sem ég lendi aldrei í fjórðarlokk. Nei, enda var ég ekki byrjar í Ísland Got Talent og fjölni.tv þá. Þú varst ekki orðin frægur, þú varst bara að peyja eitthvað starf. Takk fyrir það. Og það er sirkus skot hérna. Flott varst þarna hjá Róma. Glæsilega var ég á Gabriel. Hann er komið 5 varinn og þetta hefði nú verið hans flott mark en vel var ég á Róma og hann ekki 8 sem að sé varið oftast sem að annarkvæmdi skoraði að sendingin klikkar bara. Já, línalegt. Eða lína á, en ég vildi að sjálf að sé varið úr svona sirkusmarki. Þannig ég ætla bara að segja að þetta sé virkilega vel gert hjá okkar manni Róma. Persónulega er ég mjög á móti sirkusum. Já, þetta er hárrétt. Ég er reynda fylgjandi sirkus í fyrstu sókn. Já, ok, já. Mér finnst það góð kynnting, sækja bara milli 1 og 2, lyfta honum og Það er svona þegar maður er að vinna með næstum 20 mörkum. Mér finnst það óvirðing eiginlega, svona Já, frekar. annarkvæmst þetta reyna að vera gett cool eða... Já, annarkvæmt text þetta og þú ætti á niðurlega í gæsalöfum eða þið textið ekki þá er þú bara kjáni, sko. Já. Þá ertu svolítið að... Það kemur ekki vel út. Nei, ég er saman því. Þannig að hérna, annars sem ég gera lítið úr þessu atviki, þá erum við svona að tala um almennt bara. Já. Við erum svona okkar skoðun á sirkusmarki almennt. En það skiptir ekki máli. Það hefur verið mjög töff ef þetta hefði gengið og í staðinn fékk Rómi og frábæra markvarslu. Já. Og þeir, já, hótaði þessu aftur síns mér, en þá var Sæþór hérna í skittunni og vel spilað. Já. Arnór kemur á ferðinni hann í svæðið, kom með 7. markið sitt hérna. Það var virkilega vel gert hjá bæði Sæþóri og Arnóri. Já, þetta er svolítið opið hjá félagsliðinu og já, bara skemmtilegt verkefni fyrir Jakob að vinna í vetur að loka þessum glufum. Hann er ekkert að einbytta sér á troll.is lengur. Nei, hann er hættur því. Það var vel gert. Anton vinnur boltan aftur, stendur upp, spilaði boltanum, já. Kom on, sjáum við töluna. Kemur. Þarna hefði viljað fá Sigga alltaf að spila honum áfram til hægri. Já, við tala var þar. Og enn og aftur okkar maður Þórhallur með 3 mörk. 3. markið sitt. Þetta er allt og auðvelt fyrir Eyjaliðið, allar aðgerðir. Áreynslulaust. Já. 11 mínútur eftir. Já, staðan er 29-8, þú sagði hvað, 37-14. Mér vantar 3 mörk hérna, ég alveg glemur mér á klukkunni. Já, staðan er 28-29 staðan þegar 39 mínútur er liðnar og það er skot hjá Guðbirni
Nei, hérna hjá Arenbirni, afsakið. Það stefnir ekki í spána mína. Stefnir alls ekki í spána mína og stefnir Nei. alls ekki í vítakeppni. Það er klárt. Upprunalegu spá. Það er hérna, ósk okkar verður ekki uppfyllt. En við tökum okkur verkefni ef einhver vil láta lýsa fyrir þessi leikjum. Það eru alltaf klárið við félagarnir lýsa vítakeppnum. Þetta var Jón Gusti með 7. markið sitt. Eina sem ég vil jólin, það er jólagjöfin mín í ár að fá að lýsa vítakeppni. Jólagjöfin mín Og það er ekkert metið til 4. Nei, nákvæmlega. Jólagestir Björgvins eru mættir hérna, Jólagestir Bergs og hérna, eins og segi, við tökum að okkur lýsingar hingað og þangað ef þið viljið fá okkur, þá erum við mættir. Vel gert þarna, Arenbjörn með 1. markið sitt. Spila bara upp á yfirtöluna og... Já, það er bara yfir, fá færi, taka tíma, svona gerist þetta og svona á að gera þetta. Hérna, sjáðu, við þurfum að fá, sjáðu þeir eru að sko fela línumannina bak við Konráð, Anton og Konráð þurfa að vinna þetta aðeins betur saman. Þeir eru að spila svona 3-2-1. Já. Að ekki vera að fela þessi báðir hérna langt vinstra megin, heldur Stína þess undir. Já, og vinna þessi inn á miðju, þú veist, öll ekki að hleypa bak við miðjumannin. Hleyptu frekar í hotmill 1 og 2, fáðu þar hjálp. Þarna. Þetta var vel gert. Já. Ói, þetta var klaufalegt og hann ítir í baki á honum. Já, þetta er rétt. Og 2 mínútur, þetta er hárréttur dómur, algjör óþarf að koma við hann. Þetta var klaufalegt. Já, er þetta ekki önnur brottvísun á hann eða? 28. Var hann ekki með, fekk hann ekki brottvísun á hann í hlaupinu eða? Í hraflunum, já, ég held að sé önnur brottvísun. Hver var að skora? Ég held að það hafi verið hann hérna, ég datt aðeins út, ég held að það hafi verið Arnór með 8. markið sitt. Segðu það bara. Leikmann á 20, ég er eiginlega handviss. Ég þori ekki að sverja fyrir það, en ég var of upptökin af þessu brottvísunum. Þú stóður ekki að hósta í mikrofónin? Já, ég byrst ásöngunar af því. Það kom inn aðstofþjálfari hérna á línuna, hjá Gabriel. Pappas líklega eða frændans eða eitthvað. Örgulega pappas. Ef þetta er pappas þá er þetta Rögnvaldur. Já, mjög líklega. Ég vil ekki bara segja það er cool. Já, þetta er alltaf einhver sem er að hjálpa honum, það er gott. Og fríkast. Flott, það er bara að skora hérna. Það er 9:30, 9 mínútur eftir og Fjölnislið er einu færri núna í 1 mínútu og 1:20. 80 sekúndur í viðbót. Það var hárrétt Siggi hérna ítti aðeins í baki á honum. Það var óþarfi. Já, það er engin mótmæli frá okkur. Nei, þetta var bara hárrétt. Kórréttur dómur. Eins og alltaf hjá Guðmundi og Árna. Og þetta er vel gert. Já, flott þarna. Anton er hrikalega öflugur, hann er sterkur strákur, komið 2 mörk. Já, vantar aðeins svona upp á að lesa hvernig hann á að sleppa boltanum og hvernig hann má dribbla og... Það kemur bara með árunum. Já, engin spurning, hann er sterkur og flottur. Og þetta eru flotti strákar í Fjölni og mjög flotti strákar líka í BF. Þetta er bara skemmtilegt að sjá ungviðið spila hérna. Stekkur upp hérna, bara á báðum hérna, Andri með 4. markið sitt. Já, hann náði höndunum út fyrir 4. ég var búinn að skrifa á það. Já, þetta er að taka miðin aftur. Það er smá Selfoss fnikur af þessu. Já, þeir hlupa allan ekki upp og þetta er ekki 8. skipti. Nei, þeir eru 7 inni allavega, á lágmarki. Og fatta allir ennlust á þetta tal. Nei, það er þeir sem fatta að þeir bara... Þeim fannst þetta mjög fyndið. Já, þeir sem fatta þetta ekki, þeir bara hringi í okkur setna. Já, bara Twitter, við erum bara á Twitter. Alltaf klára á Twitter. Ég er að followa Ingvar er ekki að followa mig. Já, ég skal laga það eftir bara, ég gleymi því alltaf. Vel varið þarna. Ég get bara attaði á Twitter og... Já. Nei, það er enginn að followa Smára Þór Baldursson. Ég er með okkar selepa að followa mig. Google hann á Twitter og Instagram og allstaðar. Þetta er, ok, ég ætla að dribbla aftur á Tvígripi, þetta var vel gert. Hann spilaði hann yfir á Þórhall. Snirtileg sending. Þórhall þá kom með 4 mörk. Það eru 7 mínútur eftir og staðan er 32-10. Þú sagði 37-14, það gæti hugsalega gengið. 5-4 næstu 7. Og vel varið hjá Páli. 6 mínútur. Það er svona hægt. Já, það er hægt, það er svolítið mikið en það er hægt. Ég ætla að tippa að þú verði með IBF-tölunar rétta. Já. Þetta var vel gert, góð sending fram og Óliver kom með 7 mörk þá. Óliver og Jón Gusti með 7, Arnór með 8, aðri með minna og markastur í okkur en það Konráð með 3 mörk skoraði tiltölulega snemma. Já, vel gert þarna. Arenbjörn með annað markið sitt, aftur úr hægra horninu, hann er að spila vel hérna. Staðan 33-11, 11-33-11.
Leikmaður nummer 1. Já, númer 1 alltaf mikilvægast, segir Bergur. Eins og Ég sagði það ef ekki. maður er að spila póker þá vil maður vera með ásinn. Jafnvel, ásana. Já, maður þarf að vera með aðeins með Spaða ásinn er hugulegur. Það er bara svoleiðis. Og reynir línsendingu hérna. Já, Það var svolítið lítið þannig. já, hann heldur hann samt, þannig að þetta er réttu dómur. Lítið er það, réttu dómur er það. Já. Já, Árni klikkar ekki frekar en fyrir daginn og þá eru Eyjamenn hérna í sókn. Það eru 5,5 mínútur eftir. Og Sæþór og Arnar reynir línsendingu og það aðdæmt lína. Ekki Já. fyrsta lína í dag. Nei, og örugglega ekki síðasta með þess að þó þessi lítið eftir. Þú spáði því? Já. Til að setja peninga? Nei, Já, ég verð heldur ekki til. nenni ekki að tapa meiri penning Þú dói vannur. á vannu því já, eftir Gunnar Nelson nótt, en hérna það er 5 mínútur og 10 sekundur eftir sem gera 310 sekundur Inn með. og vel flott gert, þarna. Konráð er með svo flottar hreyfingar og góð skot, les leikinn skemmtilega, hann getur spilað á línu, hann Ekkert getur að spilað flýta fyrir sér. utan, hann getur spilað í horninu. Bara svo ég. Já, 5 mínútur eftir. þetta eru þín orð, Bergur Snorrason. Mín orð og Það er eitt sem tekur Ingvar þetta. tekur undir. Nei, það er eitt sem tekur undir lífinu, það er Sistín Ragna. Þarna er hamrar allavega Oliver þarna yfir hausinn á Rómeó. Það er allavega eitt sem tekur undir þetta. Og Oliver og Arnór eru báðið með 8 mörk fyrir Eyjamenn. Jón Kristinn 7 aðri minna eins og Þetta er sagði bara að maður. fara að líta svolítið ágætlega út fyrir spána mína. Já, ég sagði það hann, ég held að já, í bæði liðinu bara fara að vera með rétta tölur. Þetta er rugglu spá hér. Já, það er brjótað þarna á Antoni sem er komin á línu. Anton getur spilað á þetta stöður. Matti komin í vinstri skiptuna, Sigurður á miðunni, Unir ennþá í vinstri horni og Arne Björn í hægri horni. Og ótöldi sagt þá er Rómeó ennþá í markinu, hann er ekkert mikið að hrófla við þar, enda er hann eingöngu markmaður, ekki útispilari. Það eru 4 mínútur eftir 12:34 staðan. Bergur spáði 37-14, þá vantar sett samanlagt 5 mörk upp og spáin hans gangi upp. Já, ég kalla hann mjög góðan ef hann gengur upp spáin. Það var 26 í hálfleik þegar við spáðum. Og Matti, Siggi Já, og ég veit hvað sem flest á Twitter á @bersnor, follow mig. Og það er skotið Hérna hérna í bersnor@vestló.is. Bara, já, nei, Új, Vestló. Já, ég er kynnt að það var alltaf 3 stafir í fornafni og 3 í eftirnafni, svo mynduðu e-mailið þitt. Þetta eru 4 í eftirnafni. Þetta eru 3 í fyrir og Þú 4 varst í með Bersnor. Já. Já, fyrkið. Bersnor var þetta í uppbyggi. Já, herðu, markmaðurinn Páll er komin hérna í sóknina. Hann er í vesti en það er endar ekki út af þessu. Hann er í vesti af því að hann er eins og Fjölnisliðið og litin. Mér langar að sjá mark frá Palla bara til að fá hann á blað. Já, vel gert, vel varðan Rómeó með 6 varin. Og hann reynir, og Pallir að fleia sér þarna á þetta. Þetta var skemmtilegt. Að gera reyna þetta bæði skotið og svo að gera reyna skuttluna þarna. Það lítur í þessu. Já, heyrðu, það eru 3 mínútur eftir. 34-12 við staðan 12-34, öll heldur IBF fyrir að vinna þennan leik, örugglega komni þá áfram í byggar, en það eru 2:50 eftir. Við klárum þetta með sóma. Fáum kannski mark frá Palla. Og Palli, nei, þeir vinna hann upp alltaf, þeir ætla að láta Palla skora. Já, ég er ekki að fá neinn follow. Nei, það er ágætt kannski, Nei. þeir eru ekki að missa neinu krakkar. Já, Nei, ekki veit ég að ég er ekki að followa þig hana. Nei, nákvæmlega. Og það er mark. Arna Palli með mark, Já. ég get skrifað, ég er ekki með vörslundar. Já, Páll er með 13 væri skot og 1 mark, þetta minnur Ingvar Kristinn Guðmundsson. Það er Oliver að stela boltanum. Já, hann gerir það líka á hann. Já, var það ekki Arnór þegar við... Ég ætla bara að stoppa með þetta. Þetta var alveg mikið brot hér. Hver var þetta númer? Þetta var Konráð Conny, sem 27. braut hérna á Arnóri. Þetta var, já, fullgróft brot fyrir minn smekk og mína parta. Já, sérstaklega svona með það í gangleiks. Já, þetta er, já, ég vona að segja bara fyrir geðu við hann eftir því að þetta var ómikið. Svona full mikið í þetta lagt. 1 skref í átt sem átti ekki að ganga. Já. Það eru 2 mínútur og 16 sekundur eftir og Fjölnislið verður sett færri þangar 16 sekundur. 2 færri í sókninni. Já, Þessum við spilum nema Rómeó fari og það er Flott valið. varsla Já, hjá já, frábært Rómeó komið 7 vari núna. Það er gaman að sjá skot þarna hjá Rómi. Já, að gera. En þeir fara í sókn sem er kannski skynsamlegra og það er skot beint á Palla. Palli komið 14 varinn og hann er með bolta fram á Oliver. Oliver inn. Og aftur varinn! Já, hann er hann. frábært. Gabriel Rómeó kom með 8 varinn. Það er enn og aftur en að stela hann. Og þeir Og Unni sjá Unna. Eða hægra, sjá hægra megin. Já, þarna var Arenbjörn bara að kalla á boltan. Já, hann var
Dauðafrýr? Já, ef einhvern tímann hætti að segja einhversi dauðafrýr þá var það þarna hægra megin. Hann var dauðafrýr? Já, hann var DDD auðafrýr, það nú bara svoleiðis. Deadari? Já, þetta var... En hann ákvað að keyra sjálfur inn og fekk hann smá höfuðögg. Jakob, fyrrverandi eigandi troll.is, kemur og aðstoðar hann. Og hann hlær. Og einnig þjálfari fjórðarflokks kalla og fimmtálflokks kalla, fjórðarflokks kalla yngri. Þið þekkja hann kannski það líka? Já, þið getið þekkt hann það. Hann er líka samfélagsrýnir á Facebook, ég mæli með hann, Jakob Steinn Stefánsson, topp eintak í alla staði. Mikill sjálfstæðismaður? Já. Nei, ég veit ekki. Já, hann er það. Ég held það. Já, hann er mikill frjálsíkjamaður. Hann vill einkavæða allt. Ingvar vinur hans frá unga aldrei er mikill sjálfstæðismaður. Já, þetta er... Hann er bara svona í grunar hans ég Við þurfum að eiga samræði við hann lífið og tilverun held ég. Og pólitík. Já, og blómin og bíflugunar, alveg svo þegar við rettum við Bjarna Ólafs það. Eftirminnilega, hann spurði mig eftir leik hvað í döddi auðanum varst að ræða yngvar og við fórum yfir það og vel gert þarna. Þetta var Anton. Þriðja markið hans í dag. Með þriðja markið sitt. 35-13 í staðan. Þú sagði 37-14. Það stefnir ekki alveg í það. Ég sagði 34-17. Svo sagður að IPVAF-talan er örugglega rétt. Það stefnir ekki í það. Það stefnir frekar í að Fjölnisdalur verið rétt. Pípa þú þig niður bara. Nei, ég bara benda á. Ekki nefnir skorið 2 hratt, nei. Það hefði nú getið gæst, ég veit ekki hvað ég var svona... Og reyfa sig! Já. Þannig að maður sé á Fjölnismark. Þannig að komið þjálfarinn upp með mann og kallar, nei, sækið fram á markið, ja, 40 sekundur eftir. Eyjamenn pressa hérna verið meinu færri, þangað eftir 20 sekundur. Þú ert ekki óháður, lýsir. Já, ég er það alveg. Er það ekki? Svona semi? Jú, ég er að djóka. Já, ég er líka að djóka. Ég er Og vel varði, já, Háttakinda Palli með 15. varða, skotisítina Uni með fína tilraun. Það eru 7 sekundur í mannin okkar og 21 sekundur eftir leiknum. Og þá kemur maður inn eftir 2 sekundur. Já, við vorum manni færri. Já. Új. Rauningsspurningamark. Já, það er samanlagi. En það maður þarf að fiska rauning í handbolta, það gleymir stundum. Það er rétt. Það er 35-13 og... Já, það getur allt rétt. 3 sekundur eftir og þeir reyna, já, skrítin, sirkus. Og tíminn er búinn. 13-35 lokatölur fyrir IPVAF. Þú sagðir 37-14, þú varst 3 mörkum frá þessu. Og ég var 5 mörkum frá þessu. Þannig að þú vannst þetta. Já, ég var mjög nálægt út því að það er svo mörg skorur hlutvarslega, þetta var ekki það langt frá. Ég veit það, þú varst eiginlega með þetta hárétt. En hérna, ef við rennum yfir markaskorun, þá er það í liði heimamanna Konráð markastur með 4, Anton með 3, Mattias og Arinbjörn með 2, Ólafur, Kristinn og Sigurður Finnsson með 1 og Rómeó með 8 var í skot og var í mörgum boltum sem urðu mörk hérna. Já. Og í liði gestana var Páll Eiríksson með 15 varinn og 1 mark. Markaðasti voru Óliver og Arnór með 8, Jón Kristinn með 7. Náði ekki 10 mörkunum en þann byrjaði leikin fárlega vel og svo voru Þórhallur og Andri með 4 og Arnar Þór með 2 og Sæþór með 1. Og ég er með 0 fleiri followera. Og þú fær ekkert follow og við vonum að Eyjamenn hafi notið þessar útsendingar og þessi leikur er náttúrulega aðgengilegur á YouTube-rásin okkar fjölnir.tv, þessi rásin þeir að horfa núna bara beint þetta leik. Láta orðið berast. Já, og við reynum að gera þetta svona reglulegu tímabili þegar að útiliðið kemur utan á landi. IPVAF, Eyjar, Ísafjörður, Akureyri, Selfoss eða eitthvað, bara aðeins lengra fráhaldur en höfuðborgarsvæðið. Grótta. Já, vel gert, ég þorði ekki að segja þetta, Grótta. Og við reynum að lýsa næsta leik þegar Grótta kemur eins og þannig að þeir sem eru fastir baku totalhliða, þeir fá allavega eitthvað fyrir sín snúð. Nú, Smári Þór Baldursson var útsendingarstjóri og Ingvar Örn Ákason og Bergur Snorrason lýstu þessu leik. Bergur, eru ekki bara tiltölulega sáttir með heild leiksins þó að þetta hefði ekki gengið sem skildi fyrir okkar menn? Fjölnir hefur kannski mátt skora 1 mark viðbót. Já, þú hefur viljað spáðin gengi eftir en heilt yfir seinni hálfleikur var betri og strákarnir eru náttúrulega í þriðju deild og þeir bara hafa nægan tíma í vetur til að bæta sinn leik. Ég heldur að það fengi fullt út úr þessu. Já, ég er sammála því og við bara óskum fyrrverandi eiganda troll.is Jakobi Steini Stefánssoni til hamingju með daginn og bara takk fyrir það til Jakob og við sjáumst bara síðar í næsta stríði. Bless. Takk fyrir okkur.